Amen. Velkomin. Gaman að sjá ykkur í kvöld. Takk. Mér langar að bjóða ykkur á rís og fætur þeir sem geti. Við ætlum að lofa Guð í kvöld. Við skulum byrja á því að biðja. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér meðal okkar. Ég þakka þér að þú hefur komið til þess að mæta okkur í kvöld, Drottinn minn. Við bara beinum sjónum okkar að þér, Drottinn, og biðjum þig að bara snerta við okkur í kvöld. Og ég bið Drottinn að ef það er eitthvað í lífum okkar sem að þú vilt taka og hreinsa, ég bið að gera það í kvöld, Drottinn. Takk, Jesús. Amen. Skulum gefa Guði allt í kvöld. Lofa hann af öllum hug og öllu hjarta. Hann er verðugur. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises he hears. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship, he hears faith. Oh, yes. Awaken my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud.
velkomin á samkomu. United, gott að sjá okkur í kvöld. Það mega yndislegt kvöld eins og venjulega. Og Natalie ætlar að tala til okkar. Alveg mögnuð. Guðs kona. Og efni sem að við þurfum öll á að halda. En við skulum byrja að rísa á fætur og biðja fyrir bænarefnum. Það er nú alltaf þannig að við erum alltaf að fá okkur bænarefni. Það sem er sorg, en það er líka gleðifréttir. Og það er gott. Við mögum ekki glemma því að þakka Guði fyrir hann svara bænum okkar. Við erum duglega að biðja hann, en við mættum kannski vera duglegir að þakka hana fyrir. Það stendur með beðinu og þakkagjörð. Og það er þakkagjörðin sem við þurfum að muna í hjarta okkar. Og hérna, við erum öll með eitthvað bænarefni á okkar hjarta. Og gott að loka augunum og lyfta höndunum. Og taka móti því sem hann er með fyrir okkur. Hann þráir að grípa inn í kringumstæður í líf okkar, allra. Það er engin undanskilja, hann elskar alla menn, án skilir það. Sama hver það er. Við viljum biðja fyrir manni sem búin að vera að berjast bara fyrir lífi sínu og neysla sem hefur haft áhrif á það. Maður sem hefur fengið að kynnast Guði og Guð þráir að sjálfsögðu að grípa inn í líf hans, snerta við honum. Og við skulum bara minnast þess fólk sem í kringum okkar er. Það stendur einhvers staðar að við að skipa okkur í skarði fyrir hvort annað. Og ég tala mikið um það, að fara út og ná í þá sem eru úti og eru týndir. Og Guð þráir að taka á því famsinn og gefa þeim styrk og kraft til þess að stíga upp og eignast líf og líf í fullri gnægð eins og hann lofar. Halleluja. Faðir, við bara lofum þér og þökkum fyrir náðina, fyrir miskunn þína, fyrir kærleika þinn og elsku Drottinn. Ég biðja bara Drottinn fyrir þeim bænarefnum sem okkur hafa borist inn, bæði þau sem hafa verið nefnd hér og líka þau Drottinn sem við höfum ekki nefnt, Drottinn, erfiðar aðstæður sem að Drottinn reynast fólki svo erfiðar og ég biðja bara Faðir, þú megi koma inn í kringumstæður og koma með fyrirgefningu inn í það sem að samskipti er ekki í lagi, Drottinn. Þinn frið, Drottinn, inn í sambönd, Drottinn. Ég biðja fyrir þessum manni, Drottinn, sem er að berjast þér í lífi sínu í dag, Drottinn. Vegna afleiðingar neyslunnar, Drottinn, og ég þrái við, Drottinn, að þú bara komir og snerti við honum, grípir inn í líf hans, Drottinn, kom með þína læknandi hönd, Drottinn, og snerti við líf hans. Biðjum fyrir Eybi okkar sem er ekki með okkur hér í kvöld. Takk fyrir þjónustuna, takk fyrir þá blessun sem hún hefur verið fyrir þetta starf og við biðjum farið við bara minnuð á hana, Drottinn, að Drottinn kom með þína hönd og lækna, Drottinn, það sem að brotið er. Og við þökkum fyrir hann og þökkum fyrir þessi yndislegu konu sem hefur blessað svo marga hér inni. Og ég biðja bara Drottinn og þú megi gefin þinn frið Drottinn sem að manneskjan kemur aldrei til með að skilja. Halleluja. Faðir, mig bara lofið og biðjum fyrir Natalie þegar hún talar hér í kvöld. Biðjum Drottinn að blessa hana. Smyrja varirinn á tungu, Drottinn, og megi tala út þitt orð samkvæmt þínu vilja. Að við megum opna hjörtu okkar í gegnum lofgjöruna til þess að taka móti orðinu, Drottinn, að það sem þú vilt segja. Í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að taka líka samskotu við körfurna ganga. Pósinn á nú að vera þetta aftast, ég vona allavega hans ég komin. En Guð elskar glaðan gjafira. Það er ekkert það sem að þið er engin þvingað til þess að gefa. En við ætlum að taka hérna eina tilkynningu. Svavall, hún hérna, já. Takk fyrir. Gulli, komið sæl. Ég heiti Svavar og alkoholisti. Heyrðu, já, ég er að kynna hérna, ég veit ekki hvort einhverjum inni kannast við TC skólan eða TC starfið. Við erum sem þetta endurvekja það eftir núna, hér á sama stað. Við byrjum hér árið 2020 og byrjum hérna 1. febrúar. Þetta er skóli fyrir bara alla sem þrá uppbyggingu í lífið. Sérstaklega hugsa þetta starf byrjaði árið 1958 í New York og það er víða heiminn er þetta meðferðarstarf, meðferðarúrræði, en hér höfum við nálgast að þannig að við erum með svona dagprogram frá 9 til 12 og það er kennsla. Það er kennsla á orðinu og við trúum á lækningamátt heila sanda. Og að Jesú Kristus sé stærri en allt annað sem er í boði og þið fáið alveg magnaða kennslu. Þetta er með því besta, svona bara besta kennsluefni sem ég hef komist yfir allavega.
mæli eindregið með þessu og Gulli ætlar að segja ykkur frá, hann var nefnilega einn af þessum lánsumum sem kom til okkar þegar við vorum í Fíladelfíu. En ég held að Guð hafi verið búin að senda mig norður áður en að það gerist. En þú segir frá. Já, ég Gulli alkoholisti. Mér var búið að koma í TSU-skólan þegar hann var niður í Fíladelfíu. Hann gerði helling fyrir mig og hann til dæmis partur af því að ég stend hér enn þann dag í dag. Og hann dýfkaði einhvern veginn skilning mín á orðinu, hann hjálpaði mér að styrkja og efldi mig í trúnni. Ég fekk meiri þekkingu, ég fekk að kynnast öðru kristilegu fólki. Hjálpaði mér með alls konar vanda sem ég var að glíma við, sem ég gat komið auga á í verkefni sem maður fær þarna í skólanum. Og ég mæli með þessu. Þetta bara virkilega gott og öflugt prógram, sérstaklega þegar maður pælir í hvaðan þessi skóli kemur og hver það sem starfar að gera hann að byrja með hann og söguna bak við það. Og alveg ekki prestur sem fór á stað að hjálpa gengjanum úti og ungu fólki sem að fara í gengin úti og kljást við vímuefnavanda og hvers konar annan vanda. Hann gerði mér helling þessi skóli, hjálpaði mér fullt og ég verð hérna með og hlakka mikið til, spenntur fyrir því og fá ennþá meiri og betri skilning á orðinu og tengjast trúnni og Guði einhvern veginn betur og fá að kynnast öðrum sem að þrá að kynnast Guði. Amen. Það er ekki bara komið hjá okkur. Takk. Það gerir kona við. Skráning. Skráning. Já, Hvað skrá skráum sig. að sig? Herðu, tseisland@tseisland.is. Þannig að ef þú ætlar að skráða í TSI-skólan, Já. tseisland@tseisland.is. Þið finnið þetta líka undir kristilegi viðburðir. Skulum rísa fætur og lofa Guði. Það er velkomið að koma hérna fram ef ykkur finnst það betra. Við skulum beina sjónum okkar að honum. Hver kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í lókjum lofar alveg látlaust til lambi Guðs. Þau sem undan gengu og þau sem trú fá senn lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Því þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn ofan öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofan öllu syngur himins her. Helgur allt sem skapaði, helgur hátt upp hafinu, helgur, helgur eilíf. Þú sem frið og frelsi
sem eilíf. Takk Drottinn minn og Guð. Faðir minn og Guð, við beinum sjónum okkar að þér. Beinum sjónum okkar að þér, Drottinn. Ég reyna fékk maður og iðaði af, en þú varst þar. Eltist við vind, féll fyrir sig, en sá svo að mér. Þú ert besta gjöf hér á jörð, hver stærst ást þína Guð, ekki neinn, þó að ég missa myndi. Ég treyst get á þig með alltaf skap. Ég treysti á þann sem bregst mér inn. Ég bið Jesú, meira af Jesú.
traust get á því mér halda skal. Ég trausti á þann sem bregst mér inn. Ég bið Jesú, meira af Jesú. Þó að ég missa myndi allt. Ég traust get á því mér halda skal. Ég trausti á þann sem bregst mér inn. Ég bið Jesú, meira af Jesú. Meira af Jesú, meira af Jesú. Takk Jesús. Drottinn, þú ert kletturinn sem við getum byggt lífið okkar á. Þú ert hinn trausti klettur. Þú bregst okkur aldrei, Drottinn. Lofur þín þau standa alltaf. Lofur þín þau standa alltaf. Og ég þakka þér, Drottinn, að þó við myndum missa allt í þessum heimi, þá bregst þú okkur aldrei og þú ferð aldrei frá okkur. Drottinn, við þráum bara meira af þér. Meira af þér. Jesús. Þó að ég missa myndi allt, ég traust get á því mér halda skal. Ég trausti á þann sem bregst mér inn. Ég bið Jesú, meira af Jesú. Þó að ég missa myndi allt, ég traust get á því mér halda skal. Ég trausti á þann sem bregst mér inn. Ég bið Jesú, meira af Jesú. Meira af Jesú. Meira af þér, Drottinn. Meira af þér, Drottinn. Svo oft þannig þegar við göngum í gegnum erfiðleika, einhvern veginn eina sem við eigum eftir til þess að halda í er hann. Og það er svo merkilegt, samt ekki. Hann er alltaf til að grípa í. Alveg sama hversu langt við erum komið frá honum, þá er hann alltaf til að grípa í. Við erum mörg upplifað það í lífinu, alltaf fara að grípa í einhvern einstakling til að hjálpa. Það er ekkert að grípa í. En hann er stöðugur. Það er alltaf hægt að grípa í hann. Því hann er kletturinn sem við byggjum líf okkar á. Sem bifast ekki með stormum lífsins, þá er hann trúfastur. Hann er með þér í erfiðleikunum. Hann er með þér í myrkrinu. Hann er með þér þegar þú liggur inn á spítala. Hann er með þér þegar þú ert í jarðarförinni hjá náum aðila. Hann er með þér í þessu öllu. Hann fer aldrei frá þér. Takk Jesús fyrir að þú ert alltaf með okkur. Takk Jesús. Síðasta árið þá upplifði ég ofsalega erfiða tíma. Þið þurfa ekki að setjast, með alveg standa. En ég upplifði bara þurfti að deila þessu með ykkur. Það er einhvern veginn allt sem ég hélt að væri framtíðin var allt í einu bara farið. Við áttum von á litlu barni og við mistum fóstur, en Guð var aldrei eins nálægur og í sorginni. Og hann hefur aldrei verið eins nálægur. Og þegar lífið mitt hefur verið bara eitt stórt spurningamerki. Því það er hann sem er trúfastur.
Því það hann sem að fer aldrei frá okkur. Þannig að þegar við erum í sorginu og erum í spurningunum og erfiðleikunum, þá hann alltaf til staðar. Og hann alltaf með svör fyrir okkur. Við þurfum bara að leita í Biblíunni. En ég veit ekki hver það hérna inni sem að þarf að heyra það, en hann með þér í sorginni. Hann með þér í sorginni. Og hann grætur með þér. Það styðsta vers Biblíunnar Jesús grét. Hann grætur með þér. Og hann vil halda utan þig. En þú þarft ekki hann tækifæri. Þú þarft að hleypa honum inn. Svo hann geti haldið utan þig og gráti með þér. Og það ekkert sem jafnast á við lækningu og veri í örmum hans. Takk Jesús. Syngjum hennan kórus einu sinni. Því að þótt við missum allt drottin, þá ert þú hinn sami, í dag og í gær og alla eilíð. Þó að ég missa myndi allt, ég treyst get á því mér halda skal. Ég treysti á þann sem bregst mér ein. Ég bið Jesú, meira af Jesú. Þó að ég missa myndi allt, ég treyst get á því mér halda skal. Ég treysti á þann sem bregst mér ein. Ég bið Jesú, meira Jesú. Takk Jesús. Guð góður. Við ætlum að rifta þess aftur upp. Við með rísa á fætur með okkur. Við ætlum að taka nýtt lag sem að greip hjarta mitt daginn og talar það sem við erum búin að syngja. Að þegar við erum búin að tína leiðin okkar, þá hann stöðugur. Takk Jesús. You were faithful when I lost my way. You were constant when my life felt too far gone. You were healing in the in-betweens. In my feelings, you were gracious all along. 'Cause this heart belongs to Jesus, and now my praise is yours. My soul cries out, oh, this slave is freeless. Oh, there is no turning back. This heart belongs to Jesus, and now I love when I can't love myself. You are patient and your voice is always kind. Oh, and you're the freedom that I cannot know. As my spirit comes alive in you alone. This heart belongs to Jesus, and now my praise is yours. My soul cries out, oh, this slave is freeless, and there is no turning back. This heart belongs to Jesus, and now this heart belongs
Jesus. I've never felt more free. His mercy pursues me. You cannot fail, so why should I doubt your heart? I found all that I seek, so whatever it costs me, I give it all up to follow the sound of your heart. I've never felt more free. His mercy pursues me. You cannot fail, so why should I doubt your heart? I found all that I seek, so whatever it costs me, I give it all up to follow the sound of your heart. I never felt more free. His mercy pursues me. You cannot fail, so why should I doubt your heart? I found all that I seek, so whatever it costs me, I give it all up to follow the sound of your heart. This heart belongs to Jesus, and now my praise is yours. My soul cries out. Oh, this slave is free at last, and there is no turning back. This heart belongs to Jesus now. I've never felt more free. His mercy pursues me. You cannot fail, so why should I doubt your heart? I follow that I see, so whatever it costs me, I give it all up to follow the sound of your heart. I've never felt more free. His mercy pursues me. You cannot fail, so why should I doubt your heart? I follow that I see, so whatever it costs me, I give it all up to follow the sound of your heart. This heart belongs to Jesus now. My praise is yours. My soul cries out. Oh, this slave is free at last, and there is no turning back. This heart belongs to Jesus now. This heart belongs to Jesus, and now my praise is yours. My soul cries out. Oh, this slave is free at last, and there is no turning back. This heart belongs to Jesus now. Amen. Vá, Natalie, og tala til okkar. Takk fyrir yndisleg lofgjörð. Vá. Magnaði textar. Ég heiti Natalie. Gott að sjá ykkur. Yndislegt að vera hérna með ykkur. Tengdi svo margt við það sem að Inga var að tala hvernig Guð er með okkur í öllu, sama hvað, af því að ég sé þetta alltaf fyrir mig bara svona
hann bara svona skjöldurinn. Hann búinn að grípa þetta allt saman og hann segir einmitt, komið allir þér sem erfiði hafið og þunga byrða og ég mun veita ykkur hvíld. Og maður alveg bara, já, en hvernig þá? Og það einhvern veginn þegar maður les í orðinu og fyrir að skilja hjarta Guðs og þá einhvern veginn eins og mann bara fatti þetta, bara já, hann þessi pabbi, hann þessi sem að ber okkur alla leið, hann alltaf með okkur og eins og Inga talaði svo oft og að þá einhvern veginn hægt að vera svona öruggur og hvílast bara já, ég þarf ekkert að hafa áhyggjur. Þegar Óli bað mig að tala og nefndi við mig hérna, ég hef áður notað efni úr Celebrity Recovery og þetta úr því og heitir Fögnum bata. Ekki einmitt það sem að við viljum ganga bata veginn og og skilja batan, skilja hvernig leiðin og það einhvern veginn þegar maður fyrir að skilja þetta betur allt saman og þá það eins og að losi undan það sem að búið að vera að binda mann. Næri einhvern veginn að sleppa tökunum. Og þessi kennsla heitir afneitun og við flækjum oft þessi orði svolítið mikið fyrir okkur. Og ég ætla bara að byrja að lesa þetta og það fyrsta batareglan sem sagt, mér ljóst að ég ekki Guð. Ég viðurkenni að ég get ekki stjórna tilhneigingu minni til að gera rangt og að líf mitt óviðráðanlegt. Sælir fátækir í anda, segir í Matteus og Guðspjalli 5:3 sem tengt þessari batareglu og svo kemur fyrsta sporið, við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart fíkn og þráhyggju og við gátum ekki lengur stjórnað eigin lífi. Við þekkjum öll þessa setningu, eða flest okkar. Og versi sem að tengi þessu spori segir í Rómverjabréfi 7:18, ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Við viljum allt rosalega mikið, en það aðeins erfiðar að framkvæma. Þekkjum það örugglega mörg. Og í kvöld ætlum við bara að byrja á byrjuninni, á bataveginum. Það ótrúlega gott að skoða þessa hluti saman, hversu lengi maður hefur verið á göngunni, þetta leiðin til bata. Við byrjum á fyrstu batareglunni að viðurkenna að við getum ekki stjórna tilhneigingu til að gera rangt. Við viðurkennum að líf okkar orðið óviðráðanlegt, stjórnlaust. En áður en við leggjum á stað saman í þetta spennandi ferðalag, þá mikilvægt að við spyrjum okkur tveggja spurninga. Ætla ég að láta mistök mín í fortíðinu komi í veg fyrir að ég geti farið í þetta andlega ferðalag? Ég hræddur við að breytast? Hrædd við að breytast? Eða hvað það í framtíðinu sem að skelfir mig? Mistökin úr fortíðinu eru oft svona þessi hindrun til að vaxa. Og lítum á Hebreið 12:1. Fyrst við erum umkringdi slíkum fjöldavotta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóður skeið það sem við eigum framundan. Það eru 2 atriði í þessu versi sem mikilvægt að undirstrika. Í fyrsta lagi, þá hefur Guð sérstaka áætlun fyrir ferð okkar til framtíðar. Hann hefur einstaka áætlun fyrir hvert okkar, áætlun til góðs, ekki líf sem fullt af fíkn og þráhyggju. Í öðru lagi þurfum við að vilja losna við ónauðsynlega byrðar og mistök úr fortíð okkar sem halda okkar í fjötrum. Það segir, léttum þá af oss allri byrði eða viðlóðandi synd, erfileikar, ávani, sársauki, líkt og það festist við okkur, þannig að þann lifum við mörg okkar. Sum eru við til dæmis föst í biturleika yfir einhverju sem einhver hefur gert okkur,
Við höldum í sársaukann og við neitum að fyrirgefa þeim sem hafa sært okkur. Ef til vill var einhver sem særði þig djúpt, kannski varstu jafnvel beittur líkamlega kynferðislegu ofbeldi sem barn, eða kannski varstu eða ertu hjónabandi þar sem maki þinn hélt framhjá þér. Mér langar þú vitir að ég finn til með þér í þeim aðstæðum sem þú ert í. Mér finnst mjög leitt að þú skulir hafa þurft að ganga í gegnum hennar sársauka, en að halda í sársaukan og vera ekki tilbúin til að fyrirgefa manneskjunni sem braut gegn þér í fortíðinni gerir það að verkum að þú leyfir henni að meiða þig enn þann dag í dag eða núna. Með því að fara í gegnum 12 spora kerfi með krafti Guðs gerir það að verkum að þú munt finna þann kraft og hugrekki sem þú þarft á að halda til að fyrirgefa þessum manneskjum. Þú þarf samt ekki að hafa áhyggjur af því núna eða fara að fyrirgefa í kvöld samt, jú, það er mjög gott. En þegar þú heldur áfram þessa leið til bata, þá mun Guð gefa þig viljan til að fyrirgefa og fyrirgefningin, hún mun losa tangarhald sem þetta hefur haft á lífiðinu. Sumir eru bundnir af samviskubiti, sífellt að rífa sig niður vegna einhvers sem þú gert í fortíðinni. Þú ert fangi eigin sektarkenndar, þú heldur að enginn sé eins slæmur og þú, að enginn geti elskað þann mann sem þú í rauninni ert og að enginn geti fyrirgefur alla þessar hræðilegu hluti sem þú hefur á samviskunni. Þú hefur rangt fyrir þér. Guð hefur fyrirgefið þér. Þess vegna dó Jesús á krossinum fyrir syndir okkar. Hann veit nákvæmlega allt sem þú hefur gert og upplifað í lífiðinu. Og það er fólk hérna inn í kvöld sem hefur upplifað svipaða hluti og þú, fólk sem hefur meðtekið Guð, fyrirgefningu Guðs inn í líf sitt, og þetta fólk er hér til að standa við baki á þér og hvetja þig áfram. Til þess komum við hér saman á hverjum einasta mánudegi. Páll postuli sá eftir mörgu sem hann hafi gert í fortíðinni. Hann tók meira að segja þátt í því að drepa Stefán. En í Filippibréfinu 3:13 segir: Bræður, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt geri ég gleymi því sem að baki er og seilist eftir því sem framundan er. Ef þú vilt losna við brestina þína, sársauka og þær sálaflækjur sem er í lífinu, þá þarftu að horfast í augu við sársaukan úr fortíðinni og sektarkenndina í eitt skipti fyrir öll. Þú þarft að fara eftir því sem segir í Jesaja 43:18: Rennið eigi hugan til hins umliðna og gefið eigi gætur að því er áður var. Það þýðir ekki að við eigum að sleppa því að skoða fortíðina og láta sem hún hafi aldrei verið til. Þú þarft að læra af fortíðinni, biðjast fyrirgefninga og að lokum sleppinni. Það er aðeins þá sem þú getur orðið algjörlega laus undan samviskubiti, gremju og sorg. Við verðum að horfast í augu við það að við höfum öll hrasað einhverja erfiðleika, sársauka eða ávana, en hlaupið er ekki fullnað. Í dag er Guð ekki að pæla hvernig við byrjum lífshlaupið, heldur hinu hvernig við endum það. Allt sem er liðið kemur ekki aftur og við breytum því ekki. Hvað ætlum við að gera í dag? Við höfum bara daginn í dag. Það getur verið að þú óttist framtíðina og óttist það að breytast. Við höfum öll áhyggjur af hlutum sem við ráðum ekki yfir og höfum ekki afl til að breyta, og við vitum öll að slík órósemi er vantraust á Guði. Sannleikurinn er sá að við getum sagt án efa og alls ótta, því getum við örugg sagt: Þetta er minn hjálpari, eigi mun ég óttast, hvað geta mennindi gjört mér? Þetta segir í Hebreabréfi 13:6. Kannski hefur þú dvalið svo lengi í ávana þínum, erfiðleikum og sársauka, að þessi eymd, hún er orðið einkennið þitt. Þú hugsa kannski: hvað gerist ef ég gef þessari batalið tækifæri? Mun ég breytast?
Hvað verð ef ég gef upp alla erfileika, ávana og sársauka? Hvað verð ég? Það getur verið að þú hefur verið í sjúku sambandi árum saman. Þú hugsa kannski, hvað ef ég breyti til og alkoholistinn, maður minn, verður brjálaður út í mig? Guð vill ekki að þú sért fastur í óheilbrigðum samböndum eða í slæmum ávana. Hann vill að þú gerir það sem þú getur til að ná andlegu heilbrigði. Jafnvel þótt fortíð okkar hafi verið mjög sársaukafull, þá getur vel verið að við óttust að taka við þeim verkfærum sem sporin 12 rétt okkur á þessa leið til bata. Vegna óttans við hið óþekkta getur jafnvel verið að við lokum hug okkar af því að okkur finnst við ekki eiga neitt gott skilið. Þegar að þú finnur batareglunar á sporin skaltu muna eftir 1. Jóhannesarbréf 4:18. Ótti er ekki elskunni, fullkomin elska, hún rekur út óttan. Það er engin tilviljun að þú ert hér í kvöld, hér inni fólk sem hefur upplifað umbreytingu. Og bæn mín er sú að ekkert ykkar láti mistök fortíðar eða óttan við framtíðina komið veg fyrir að þið gefið þessu tækifæri. Berð þú grímu afneitunar í kvöld. Áður en þú getur öðlast nokkurt bata verður að horfast í augu við afneitunina í lífiðinu. Leið og þú tekur grímuna niður, byrja batinn. Það skiptir engu máli hvort þú ert nýr í þessu eða hvort þú hefur tekið þátt í sporavinnu í mörg ár. Afneitunin, hún getur alltaf banka á dyrnar aftur. Það má vera að þú skiptir einni fíkn út í fyrir aðra eða fara í nýtt samband sem er óheilbrigt, bara með öðrum hætti en sambandi sem þú varst í áður. Því er þessi kennsla fyrir okkur öll. Og hvað er afneitun? Afneitun hefur verið skilgreind sem falskt mynstur hugsana sem byggja ekki á raunveruleikanum. Pæliði, falskt mynstur hugsana. Við erum alltaf að hugsa, stöðugt að hugsa eitthvað, og ef við erum alltaf að hugsa eitthvað sem byggist ekki á raunveruleikanum. Og sem hegðun sem ver okkur sjálf gegn því að horfast heiðarlega í augu við sannleikan. Sem börn lærðum við ýmsa aðlögun. Hún gat komið sér vel þegar við fengum ekki alla þá athygli frá foreldrum sem við höfðum helst viljað. Hún gat komið sér vel þegar við þurftum að útiloka sársauka og ótta. Lengi vel þá dugði þessi aðlögun, en þegar árin liðu fór þetta að rugla okkur og byrgja okkur sýn á þið sanna í lífinu. Við þroskuðumst og ósjálfskilningur okkar og væntingar til annara og okkar og annara jukust að samaskapi, en að því við héldum í barnalegu aðlögunar áráttuna fórum við að sjá lífið og tilveruna í mjög bjöguðu ljósi. Aðlögunin, hún varð einhvern veginn að afneitun og flest okkar sambönd steyttu á skeri og urðu þess vegna aldrei eins fullnægjandi og þau hefðu geta orðið. Hefurðu til dæmis einhvern tímann afneitað því að foreldrar þínir ættu við eitthvað vandamál? Hefurðu afneitað því að þú ættir við vandamál að stríða? Sannleikurinn er sá að við getum öll að einhverju marki svara þessu játandi. En hjá sumum okkar þróaði svo þessi afneitun yfir í sektarkennd og skömm. Afneitunin er bleiki fíllinn sem situr í miðri stofunni. Enginn í fjölskyldunni talar um hann eða vill kannast við að hann sé þarna. Kannast þú við eitthvað eftirfarandi? Getum við ekki hætt að tala um þetta? Það verður bara verra ef það er talað um þetta. Ef við sleppum því að tala um þetta, þá hættir þetta bara. Elskan, reynum bara að láta eins og þetta hafi ekki gerst. Ef ég segi henni að það særir mig þegar hún segir þetta, þá er ég svo hræddur hún að fari frá mér. Hann drekkur nú ekki svo mikið. Það er ekkert svo sárt þegar hann gerir þetta, það er allt í lagi með mig. Palli drekkur nú meir en ég. Anna hefur verið gift 3 sinnum, ég er nú bara búin að gifta mig 2.
Ég borða eða ég fæ mér af því að þú ert að gera mig brjálaða. Ef þú værir ekki alltaf að nöldra í mér, þá myndi ég nú ekki. Heyrðu elskan, ég er í erfiðri vinnu, ég vinn mjög mikið. Ég verð bara að fá mér nokkra bjóra til að slaka á. Það þýðir ekki að ég við vandamál að stríða. Gott fólk, þetta er afneitun. Áður en við tökum fyrstu skrefin á leið til bata, verðum við að horfast í augu við og viðurkenna afneitunina. Í Jeremía 6:14 mælir Guð svo: þú getur ekki lækna sár með því að segja, hér er ekkert sár. Mér finnst þetta svo mögnuð setning. Þú getur ekki lækna sár með því að segja, hér er ekkert sár. Afleiðingar afneitunar eru 6 atriði. Fyrsta er aftengir tilfinningar okkar. Orka fer til spillis, vinnur gegn framförum, einangrar okkur frá Guði, fjarlægir okkur frá samböndum og framlengir sársauka. Við lifum í afneitun, þá felum við tilfinningar okkar. Þær frjósa og lamast að lokum. Þetta ástand færir okkur í fjötra. Þegar við skiljum tilfinningar okkar og skynjum þær, munum við öðlast frelsi. Í 2. Pétursbrefi 2:19 segir: þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfir þrælar spillingarinnar, því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Frelsi snýst ekki bara að hafa frelsi til að gera einhverja hluti, heldur felst það einnig í því að við höfum frelsi til að gera ekki einhverja hluti sem geta fjötrað okkur. Ég er frjáls til að drekka ekki þetta glas. Við öðlumst frelsi til að skynja okkar sönnu tilfinningar þegar við tökum við Jesú Kristi og stígum út úr afneituninni. Næsta skilgreining var munið spillir orku. Hliðaverkun afneitunar er kvíði. Kvíði gerir það verkum að við eyðum mikilvægri orku í sársauka og mistök fortíðarinnar og í ótta við framtíðina. Þegar þú ferð í gegnum þetta batakerfi, myndu læra að það er bara hægt að breyta nútíðinni. Það að hafa áhyggjur af fortíðinu og óttast framtíðina spillir því að við getum notið þess að lifa og njóta þeirra áætlunar sem Guð hefur fyrir okkur dag hvern. Við látum óttan og áhyggjur lama okkur, en eina leiðin til að losna undan því er að gefa Guði allt slíkt ok. Í Sálmi 146:7 segir: hann rekur réttar kúgara, gefur hungruðum brauð, drottinn leysir bandingja. Ef þú notar orkuna sem fór í það að afneita brestunum, sársaukan eða sálarflækjanum í lífiðinu, í að læra þann sannleika sem Guð vill tala inn í líf þitt, þá myndu upplifa kærleika í lífiðinu. Kærleika í eigin garð og annara. Eftir því sem þú treystir betur þínum æðri mætti, Jesú Kristi, þeim mun fyrr myndu sjá sannleikan. Þriðja afleiðingin var að við afneitun að hún hamlar framförum. Staðreyndin er að við erum jafn veik og leyndamálin okkar eru mörg. Enn og aftur viljum við endurtaka að bati getur ekki hafist í lífið þínu fyrir þú tilbúin að stíga út úr afneitun og inn í sannleikan. Guð bíður eftir þér með útrétta hönd til reiðu að hjálpa þér við að ganga út úr afneituninni. Biblían segir í Sálmi 107, 13-14: þá hrópuðu þeir til drottins í neyð sinni. Hann frelsaði þá úr angist þeirra, hann leiddi þá út úr myrkrinu og niðdimmunni og braut sundur fjötra þeirra. Vá, þetta er magnað. Á batagöngunniðinni myndu læra að Guð sóar ekki sársauka. Hann mun aldrei láta erfiðleika þína verða bara til tjóns. Hann vill nota erfiðleika þína til hjálpar vexti þínum, en það getur ekki gerst
nema þú sért tilbúin að stíga út úr afneituninni. Afneitunin, hún einangrar okkur frá Guði. Adam og Eva eru frábært dæmi það hvernig leyndarmál og afneitun getur haldið okkur frá samfélagi við Guð. Eftir að þau synguðu þá einangruðust þau frá Guði og það var í 1. Mósebók að þau fengu allan etingarinn til að vera í. Það var eitt tré þarna sem Guð baði að ekki að snerta og hvað þau þurftu að snerta það. En þau höfðu allt annað. Þau lifðu í frelsi. En eftir að þau snertu tréð og átu af því, þá segir að þau hafi falið sig. Þau gerðu eitthvað sem áttu ekki að gera og þau fóru og földu sig fyrir Guði. Því þau voru nakin. Þau voru það líka áður. En þarna stigu þau einhvern veginn inn í eitthvað sem áttu ekki að gera og þau skömmuðu sín. Auðvitað byrja Adam að kenna öðrum Í 1. Mósebók 3:12 segir Adam: Kona sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér trénu og ég át. Fyrst reyndi hann að kenna Guði með því að segja konan sem þú gafst mér. En síðan reyndi hann að kenna henni og sagði hún gaf mér að trénu. Við skulum muna að birta Guðs baðar sannleikan. Þegar Guð kom í sinni mynd, þá komst þetta í ljós. Afneitun okkar heldur okkur í myrkrinu og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann en göngum í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allir synd. 1. Jóhannesarbréf 1:5-7. Afneitunin, hún einangrar okkur ekki bara frá Guði, heldur skemmir hún einnig samband okkar við annað fólk. Afneitunin, hún lýgur því að okkur að við séum að komast upp með hlutina. Þegar við lifum í afneitun þá höldum við að enginn viti að það sé eitthvað að. Það getur verið að afneitunin sé okkar skjöldur sem ver okkur fyrir sársauka, en hún kemur líka í veg fyrir það að við getum komist til sjálfshjálpar eða hjálpa öðru fólki sem við elskum. Við þorum ekki að sýna öðrum hver við erum í raun og veru af ótta við hvað þeim muni finnast okkur eða segjum okkur. Við verðum að venda okkur, passa leyndarmálin okkar, hvað sem það kostar. Því einangrum við okkur og komum þannig í veg fyrir að einhver geti hafnað okkur. En hvað kostar svona hegðun? Jú, hún kostar okkur öll þau sambönd sem eru einhvers virði. Hvað er þá lausnin? Í Efesusbréfi 4:25 segir: Leggi nú af lygina, tali sannleika hver við sinn náunga, þegar við erum hver annars limir. Muni að grimmur sannleikur er alltaf betri en fagrar lygar. Síðasta afleggingin, en ekki svo sísta, segir okkur að afneitun viðhaldi sársauka. Við trúum þeirri fásinu að afneitun vendi okkur frá sársauka, en það er ekki rétt. Í raun og veru fóðrar afneitunin sársaukan svo hann dafnar og vex og snýst að lokum upp í sektarkennd og skömm. Afneitunin framlengir sársaukan, hún margfaldar vandamálin þín. Sannleikurinn getur verið sársaukafullur rétt eins og aðgerðir eru yfirleitt. Það er ekki gott að vera í aðgerð, vera skorin upp og krunkað eitthvað í sári eða eitthvað sem þarf að fjarlægja. En það er til þess að græða. Það gerir heilt og Guð lofar okkur í Jeremíja 30:17: Ég mun græða þig og lækna sár þín. Að lokum þá hvet ég þig til að stíga út úr afneituninni í lífiðinu. Það er ekki endilega auðvelt. Það getur verið erfitt að taka niður grímuna. Sjálfsagt hljómar innra með því rödd sem segir nei, ekki gera það. En það er öruggt. Og það er einmitt, hér er staður til þess að taka hana niður. Hér er fólk til staða fyrir þig. Fólk sem elskar þig eins og ert. Fólk sem mun standa við hlið þér
þegar þú ferð að lifa í sannleika. Jesús segir, og þér muni þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Jóhannesar Guðspjall 8:32. Stígðu út úr afneitinu svo að þú getur stigið inn í skilyrðislausan kærleika og meðtekið þá náð Jesú og bara hafið leið þína til bata. Amen. Þetta kennsluefni sem að ég kynntist 2020. Ég hafði verið lengi á göngunum með Guði og eins og var sagt í byrjun, getur oft eitthvað fest á mann og maður allt í einu ber eitthvað sem maður bara eiginlega fattar ekki að maður að bera. Og sársauki og alls konar. Og þegar ég fór í gegnum þessi 12 spor, að þá bara opnaðist bara lífið og svona skýrleiki og bara aðskilja hluti sem var ekki mitt og einhvern veginn sleppa tökunum og allt þetta sem að frelsar okkur, sem að leysir okkur. Og þess vegna vildum við við höfum verið að taka eina svona kennslu hérna og þetta bara svo góð leið. 12 sporin eru frábær leið að bata og þetta oft erfitt þegar maður að fara í gegnum þetta eins og með aðgerðina. Þetta ekki þægilegt en eftir á þá leysir mann og opnar einhvern veginn bara svona hugamanns upp á nýtt, tengist Guði ennþá meir og bara mér svo frábært að hugsa til þess að eins og við var mikið sungið hérna áðan að hann sé kletturinn og hann sé lausnin og þú veist, af hverju hann það? Því að hann hönnur inn í lífinu. Hann hannaði jörðina, hann hannaði allt, hann bara designer, hann bara aðal og hannaði hvert og eitt okkar. Af hverju að koma til hans með alla hluti? Leita til hans fyrst og fremst. Bara Guð, þú skapaðir mig. Hjálpaði, þú veist, læknaði, bara kendu mér, bara vertu handleiðslan mín. Og mér finnst líka svo magnað þegar ef maður hugsa svona, tengir þetta við eitthvað, til dæmis bara eins og fólk sem að stofna fyrirtæki með eitthvað plön, það skipleggur allt rosalega vel, þú veist, þau eru með fjárhagsplan og markaðsplan og það þarf svona marga starfsmenn og svo þegar allt tilbúið þá fyrir að ráða inn starfsmennina, framkvæmdastjórinn og þau voru allan tíman með hugan við að við þyrftum framkvæmdastjóra, við þyrftum gjaldkera eða bókara og þegar að Guð skapaði jörðina þá var hann allan tíman með hugan við okkur og daginn sem þú fæddist þá uppfylltist plan Guðs. Bara þú átt að fæðast 14. júlí 1978, ég með plan fyrir þig. Og það svo gott að vera bara, já, það hafa margir bara alist upp í það að trúa því og halda það þið séu eitthvað slys, átti ekki að fæðast. En Guð með plan, löngu áður og þetta með að hafa heyrt kannski að þú áttir ekki að fæðast, þetta bara lygi. Guð vissi miklu betur, hann var með plan og með plan og við viljum og við leitumst eftir því þegar við fáum að heyra fagnaðarind og sannleikann og við erum búin að vera gangi í ykkur myrkri, eignast frelsið í honum, þá viljum við bara hann leið okkur og sé okkar handlegar í gegnum lífið. Hann gaf okkur heilagan anda sem bara boðið fyrir alla sem vilja taka við honum. Og ég sé ekki eftir því að hafa tekið við honum. Fyrir mörgum árum. Ég hef ekki viljað sleppa. Ég hef ekki viljað missa af þessu. Ég hef ekki sleppt honum. Hann hefur verið algjör klettur í gegnum lífið mitt. Erfiðum tímum, eins og Inga talaði þegar manni finnst allt vera farið, þá hann alltaf með þessa, ég með plan. Ég elska þig. Orðið mitt lýgur ekki. Þótt að aðri ljúga, þá lýgi ég ekki.
þetta orðið satt og rétt. Og ef að þú hefur verið að svona klíma við þetta, bara er þetta satt, er þetta öruggt með Guð, þá gerði ég, þegar ég heyrði fagnaðindi, þá bara sagði ég, ef þetta er satt, já takk. Mér fannst þið bara, ég var nú svo þreytt á öllu þessu rugli, bara já takk, ég vil þetta, hvað á ég að gera? Hvað á ég að lesa, hvert á ég að fara? Og ég bara, þú veist, eldi fólk sem að var, bara sá að hafi eignast eitthvað annað en ég hafi átt. Og þess vegna er rosalega gott að koma hingað, fara í 12 spor og bara ganga þessa leið og bara leitast eftir því að þekkja Guð, kynnast Guði. Við kynnumst honum á hnjánum, heima hjá okkur, inn í herbyggi, getur hann mætt okkur á stórkostlegan hátt. Það er best að vera þar, koma svo hingað og fagna og gleðjast og hitta aðra og dansa og syngja. Ef einhverjum í kvöld er þannig að hann vill fá fyrirbæn, þá endilega komið fram. Við erum hérna nokkur sem að getur beðið með ykkur. Það er rosalega gott að biðja saman. En ef þú finnur bara svona, vá, þetta var bara, ég man að ég fann svona oft þegar ég hef heyrt predikun bara, vá, þvílíkt, þetta var gott, og þá er bara Guð að leysa mann. Þá er maður einhvern veginn bara, maður getur farið út bara, vá, og haldið í þetta, byggðu Guð með hennar góða jarðveg, halda í það sem er heyrið. Ekki láta svo einhverju rödd koma og segja, þetta er nú ekki svona einfalt. Þetta er satt. Það er svo auðvelt að láta hugsununum stela því sem maður er búin að eignast lífinu, að því við erum búin að vera svo muni lengi í ykkur bulli. Það er svo auðvelt alveg bara, já, nei, þetta er nú kannski ekki alveg svona. En haldið í þetta er svona, það er líf, frelsi og kraftur að ganga með Guði. Guð bless ykkur. Amen. Ég ætla að enda með bæn og endilega þeir koma fram og biðja þá erið velkomin. Faðir, ég bara þakka þér fyrir orðið þitt. Takk fyrir að þú ert sá sem þú segist vera. Takk fyrir að vera sannleikurinn og lífið og vegurinn. Takk fyrir að þú hjálpar okkur að feta þennan veg, finna þennan veg. Takk fyrir að þú hjálpar okkur að meðtaka allt það sem að þú hefur fyrir okkur, þessa áætlun sem þú hefur fyrir okkur. Já, takk, við viljum þína áætlunin líf okkar og leiðast af anda þínum. Ganga í frelsi og í krafti og styrk og von. Allt það sem að þú hefur gert fyrir okkur viljum við meðtaka hér í kvöld. Og ég bið að mæta einum og sérhverjum sem er hér. Mættu hjarta þeirra og huga þeirra. Styrktu það á nýjan hátt. Opnaðu sálarsjón eins og sérhvers. Í Jesú nafni. Amen.